Pavel, 3-0 á Njarðvík þessi 8. úrslitin. Hvað er að skapa þetta fyrir ykkur í þessari seríu, þessu einu? Já, fyrst og fremst bara virkileg vinna, sko. Við lögðum mjög hart að okkur og við áttum okkur á því að við bara, eins og staðan er í dag, þurfum við að gera. Við hefum ekki að byggja sens ef við erum ekki alltaf að leggja ykkur 100% fram og við gerðum það í þessari seríu. Og þegar við gerum það, þá erum við í toppstandi, sko, og þetta var mjög gott, mjög ánægjulegt. Það var einhvern áratugur síðan að þá er tappað sérst leik í 8. úrslitin ef tölfræðin er rétt sem ég var að lesa. Var það, er þetta leiðin sem KR vill fara við? Koma svona gest inn í úrslitakeppnina, eins og þau gerir? Skiptir það miklu máli? Já, ég held að sé líka kannski bara þetta sé kannski líka bara eitthvað spurning um að við trúum því kannski ekki sjálfur að við getum tapað í 8 úrslitum. Við eigum ekki að gera það og þegar þú hugsar þannig þá fleytir það langt eða við líður sért ósigrandi. Þannig að það er kannski eitthvað með það að gera líka. Nú hafið þið endið í 4. sæti í deildinni. Lítur að vera kærkomið að klára þessa seríu svona, 3-0. Miðað það sem var á undan gengið í vetur. Já, þú veist. Ég held að það sé bara aðalmáliðin og bara gleyma því og hægt að vera eitthvað litlir í okkur yfir einhverju sem á undan hefur gengið að búa að ræða þetta í þaula og rýna þetta á hvað sem er. Ég vil bara fá bara smá attitút aftur og smá sjálfstraust á kokkiness og ég vil að hinn liðin byrja að hræðast okkur. Ég vil fá þá tilfinningu aftur frá hinum liðunum að þau séu að hugsa núna að þau vil ekki fá KR í undanúrslit. Það hefur alltaf hjálpað okkur mikið þegar að lið eru að koma hingað eða við spilum við það og maður finnir fyrir ótta frá það. Ég vil skapa það aftur. Þú voru mjög væntanlega Haukarnir. Þannig að smakkmanni er á að þið fáið Haukana í undanúrslit. Hvernig líst þér á það matchup fyrir þína drengi? Mjög, bara æðislega. Mjög vel. Ég held að eins og ég segi, ég held að við erum sama þótt að þeir séu deildarmeistarar við í 4. sæti allt þetta. Ég held að við erum stóri strákurinn í þeirri seríu og við ætlum að mæta þannig og ég vona að þeir hugsi það líka. Það er bara sigur fyrir okkur. Þannig að það er alltaf mín skilaboð.